Komið sæl og verið velkomin í hádegisviðtal markaðarins. Hann sestur hérna hjá mér fjármálaráðherra Árni M. Mathiesen, vertu velkomin. Takk. Við ætlum bara að byrja á að tala markaðinn sem heldur betur í niðursveiflum þessa mundir. Lánshæfismat bankana versnar, bankarnir eru byrjaðir að segja fólki, loka útibúum og svo framvegis. Hvernig getur ríkið komið til hjálpar og það hlutverk ríkisins að koma til hjálpar? Já, upp að vissu marki það hlutverk ríkisins að koma til hjálpar. En hins vegar verða náttúrulega bankarnir eins og önnur fyrirtæki fyrst og fremst að bera ábyrgð á sínum gjörðum. Lánshæfismatið, ég held að við eigum ekki að miklar áhyggjur af því. Það fyrst og fremst að endurspegla breytingar sem að Moody's var að gera hjá sér. Á síðasta ári þeir voru að breyta lánshæfismats í kerfinu og þeir eru raunverulega bara komnir aftur á sama stað það sem þeir voru áður en að Moody's byrjaði og Moody's var náttúrulega afturreka með þessa kerfisbreytingu. Það er auðvitað slæmt ef að bankarnir byrjar að segja upp starfsfólki en það er svona ekkert beint sem við getum gert í því. Við erum auðvitað alltaf að reyna að halda uppi háu atvinnustigi og bankarnir eru orðnir mjög mikilvægir í því. En sem komið er atvinnuleysi ekki að mælast hátt. Nei. En hvernig getur þið komið til móts bara við fjármálalífið? Maður sér það sko, þið hafið skipt ykkur vel á málum þegar sjávarútvegurinn hefur átt í krísu og sem að þá hafa menn búið til blaðamannafundar og menn hafa rætt málum betur og fundið út einhverja niðurstöður. Það virðist vera aðeins að vanta í þessari krísu. Ég held að þetta er bara ekki sambærilegt og þegar að ræða sjávarútveginn þá er það meira á byggðaforsendum heldur en á forsendum einstakrar fyrirtækja. En í tilfelli bankana þá auðvitað voru við að gera heilmiklar ráðstafanir á dögunum. Það kannski aðeins duldismunum að því það var í svona stórum pakka í kringum kjarasamningana en lækkun á tekjuskatti lögaðila, þar að segja fyrirtækjana, skiptir náttúrulega bankana heilmiklu máli og ég á von á því að það muni nýtast þeim. Það er að ræða tekjur þessa árs sem að skattarnir eru lækkaðir á, þannig að það á að hjálpa í þessu tilfelli. Það hjálpar auðvitað öðrum líka. Já. Er eitthvað meira sem að ríkið geti gert? Já, við höfum verið að styðja við eins og við getum í þessum kynningamálum á stöðu bankana. Það sem auðvitað flækir það ferli að maður er farin að hafa það á tilfinningunni að það séu aðilar út í heimi sem að vegna sinna fjárfestinga hafa hagsmuni af því að íslensku bönkunum gangi illa og þeir eru hreinlega að koma á framfæri röngum upplýsingum. Þannig að það er ekki bara að það skorti upplýsingar, heldur eru einstakir aðilar að koma á framfæri röngum upplýsingum. Það er þá kannski aðilar sem hafa verið í skortsölum og einhverju slíku. Og það er hluti af þessu. En við höfum rætt þetta við bankana og þeir vita því að við erum tilbúnir að taka þátt í þessari kynningu og það er einhver leyti verið að undirbúa það og vonandi sjást þess merki. Í meginatriðum að þá skiptir það máli að við höfum hér umhverfi sem að bankarnir þrífast í, þannig að það sé samkeppnisfært við það sem að er annar staðar í heiminum og það held ég að sé tilfellið í öllum meginatriðum og ég held reyndar að staða bankana sé miklu sterkari heldur en að endurspeglast í þessari umræðu og þá er þetta sem við að tala að koma upplýsingunum á framfæri. Er verið að vinna einmitt í þessu, er verið að vinna að einhverju herferð til að fara til útlanda og einmitt forsætisráðherra sagði að hann væri tilbúinn til að fara út og kynna stöðu bankana, hjálpa til við þetta. Er það að vinna að einhverju, er búið að festa niður staði og fundi og er verið að vinna að þessu? Já, það er kannski ekki alveg komið svo langt ennþá en það hefur verið fengið maður til þess að skoða þessi mál í forsætisráðuneytinu, Finnur Sveinbjörnsson. Og nú forsætisráðherrann var í heilmikilli ferð í Evrópu, Luxemburg og Brussel í vikunni og svo ferð hefur auðvitað fengið heilmikla athygli trúi ég og skiptir máli. Það eru fundir sem ég veit að er búið að ákveða og ég gerir ráð fyrir því að verði síðan eitthvað fleira í framhaldi af. Hvar eru þessi fundir og með hverjum? Það ég kannski get ekki alveg sagt það núna en þeir eru í undirbúningi. Og svona búið að ákveða það þó að það sé kannski ekki búið að tilkynna á. Svona flestir þeir sem maður hefur verið talað við í viðskiptalífinu, þeir segja að þeir vilji stýrivaxtalækkun og viðskiptalífi í raun kallar á stýrivaxtalækkun og segja að það ferli hefði átt að vera löngu byrjað. Hvað finnst þér? Ég hef nú eiginlega alveg haft það fyrir reglu að hafa ekki svona opinberlega skoðun á vaxtaákvörðunum Seðlabankans. Hvers vegna ekki? Ég held að það sé bara ekki hlutverk fjármálaráðherrans að gagnrýna sjálfstæðan Seðlabanka eða vera með athugasemdir við það sem að hann er
ákvarða. En af því að hann sjálfstæður, þá ekki allt í lagi að þú segir þína skoðun? Ég held að það sé ekki það sem að sé skynsamlegast í þessu samhengi. Ég held reyndar að Seðlabankinn eigi að sýna þeim sem eru með ríkisfjármálin sömu virðingu og við sýnum Seðlabankanum í þessu. Þetta eru tveir aðilar sem eru að vinna með tvö mikilvæg hagstjórnartæki og eiga að gera það á sjálfstæðan hátt og ekki vera að skipta sér að því hvor annar er að gera. Já. En auðvitað skipta vextirnir mjög miklu máli og þá eru mjög skiptar skoðanir, þannig að því ekkert að neita því. Já, starf Seðlabanka segir náttúrulega að halda verðbólgu niðri og halda þannig stöðuleika, en við getum alveg verið sammála að það sé ekki stöðuleiki nákvæmlega núna á Íslandi. Á Seðlabankin ekki horfa til fleiri þátta eins og fjármálastöðuleika? Jú, það er annað af hlutverkum hans og ég held að hann lítur nú þannig á það að hann sé að því að það fari ekki í bága við það hlutverk að gæta að verðbólgunni. En hins vegar fyrst við erum nú að ræða þetta og þá var athyglisvert að sjá það sem OECD sagði Seðlabankann, að hann styður Seðlabankann mjög í því að vera með stífa vaxtastefnu, en hann hins vegar, OECD leggur hins vegar líka til að þegar að markmiðunum verður náð, að þá verði farið í það að huga því að endurskoða það á hvaða grundvelli vaxta ákvarðanir eru teknar og ég held að það sé eitthvað sem að Seðlabankinn og ríkisstjórnin þurfi að skoða í sameiningu þegar að frá líður. Já. Tölum aðeins ESB og ESB, andstaðan er svo sannarlega ekki eins sterk eins og hún var kannski, það hefur ákveðin viðhorfsbreyting orðið þar á. Hvað finnst þér? Nei, ég held ekki að það voru viðhorfsbreyting. Við höfum séð það áður að þegar svona aðeins blæs á móti, að þá hækkar hluta þeirra sem að vilja sækja aðild. Þegar hlutin ganga vel, að þá minnkar það aftur. Þannig ég held að það sé ekki hægt að tala að það sé orðin viðhorfsbreyting hvað þetta varðar. Þessi staða sem að kom í síðustu könnuna, hún þyrfti að vera viðvarandi talsvert langan tíma til þess að væri hægt að tala það. Og reynslan sýnir það reyndar líka í Evrópu að þegar er að ræða þessi Evrópumál og þessar Evrópuákvarðanir, þá breyta skoðanakannanir mjög oft í aðdraganda atkvæðagreiðslana og niðurstaðan verður oft allt önnur heldur en að skoðanakannanir voru nokkrum mánuðum áður. Þannig ef menn ætla að vera svona tryggir með það að fá meiri hluta fyrir því sem verið að sækjast eftir, að þá þurfa skoðanakannanir að sýna mjög rífilegan meiri hluta áður en að baráttan hefst. En Árni, erum við ekki raun bara að fresta því sem koma skal? Við munum fara inn í Evrópusambandið í dag. Ég held að geta enginn sagt til það. Við eigum eftir að sjá auðvitað heilmikið gerast í Evrópusambandinu á næstu árum. Ef við lítum bara aftur í tíman, 5 ár, 10 ár, og þá held ég að það hefði enginn geta spáð fyrir þá þróun sem að þar hefur síðan orðið. Já, en finnst þér ekki, eins og hann líður í Existu sagði í gær, það ætti að vera val fyrirtækina sjálfra hvernig þau gera upp. Hvað finnst þér það? Ég verð nú að segja eins og það, ég bara skil ekki alveg hvað líður á við með þessu, því að síðan bætir hann við að það eigi að vera í samræmi við alþjóðlegu reikningsskilastalana. Það eru yfir 200 fyrirtæki sem að gera upp á Íslandi í erlendum gjaldmiðli í samræmi við alþjóðlegu reikningsskilastalana. Þeir sem að hafa fengið neitun hjá ársreikningaskráni hafa fengið neitun vegna þess að þeirra staða samræmist ekki alþjóðlegu gjaldeyrisstöðlunum til þess að fá að gera upp í erlendum gjaldmiðli. Þannig að það er þversögn í því sem að líður að segja, því að staðan er svo að þau fyrirtæki sem að vilja og uppfylla alþjóðlegu reikningsskilastalana, að þau geta það, og það er alveg sama hvort það eru fjármálafyrirtæki eða annarslagsfyrirtæki. Já. Það er náttúrulega þannig hér að sko, mann finnst einmitt í þessu árferði að mörg fyrirtæki eru frekar óana með hvernig stjórnvöld eru og vilja svolítið fá að ráða ferðinni sjálf. Það er náttúrulega bara þannig að fyrirtækin fara úr landi og það er auðvelt, og ég meina starfsemin er mestmegnis erlendis af þessum stærstu fyrirtækjum. Ef að stjórnvöld komi ekki til móts við fyrirtækin, þá fara þau bara. Það er bara raunveruleikinn. Það er nákvæmlega það sem við erum að gera. Þeir eru að lækka skatta og gera breytingar á því hvernig við skattleikjum söluhagnað og þar að með til götunum, að við erum alltaf að reyna að skapa hér samkeppnisfært umhverfi og við teljum að svo sé. Mér skilst að við séum með
að verða með þá lægsta eða næstlægsta tekjuskatt á lögaðila og ég held að það hljóti að skipta miklu máli. Já, menn virðast vilja meira og til dæmis lægri skatt á fyrirtækja? Jú, menn vilja alltaf meira og það bara eðlilegt, en menn verða auðvitað að sýna svona sanngirni og átta sig á því að það ekki hægt að gera alla hluti í einu en við erum samt alltaf að leitast við það að skapa hér samkeppnisfært umhverfi til þess að fyrirtækin geti verið hér og þróast og dafnað betur heldur en þau myndi gera annars staðar. Ég verð að spyrja þessari spurningar í þessari bankakrísu, stendur til að einkavæða Íbúðalánasjóð? Nei, það er nú ekki verið að tala um einkavæða Íbúðalánasjóð, en hins vegar hafa verið umræður um það að gera breytingar á Íbúðalánasjóð talsvert langan tíma, eiginlega allt og langan tíma og þær hafa ekki snúist um það að einkavæða, heldur að gera á honum breytingar þannig að hann væri meira í takt við annað það sem er að gerast í fjármálaumhverfinu og að það væri sanngjarnari leikreglur samkeppni bankana og Íbúðalánasjóðs. Heildsölu bankahugmyndir hafa verið uppi og það sem að væri náttúrulega ákveðið samstarf bankana og þá Íbúðalánasjóð sem heildsölu banka en það sem að skiptir auðvitað mestu máli í þessu er að það sé samhengi í fjármálakerfinu og það lúti allir sömu lögmálunum og að það sé virk samkeppni og við erum að undirbúa það að það geti orðið. Talandi um virka samkeppni, myndirðu vilja sjá flatan skatt 15%? Við erum náttúrulega með flatan skatt á fyrirtækinu og það verður algjörlega flatur skatt 15% á þeim þegar við verum búin að lögfesta breytingarnar. Ég held nú að varandi tekjuskatt einstaklinga að þá þurfum við allavega ennþá að vera með persónuafslátt en þegar persónuafslátturinn sleppir að þá er tekjuskatturinn á einstaklingana flatur og ég myndi auðvitað gjarnan vilja sjá hann fara niður í 15% en það tekur okkur einhver tíma og til þess að gera það þá þurfum við að fá góðan vöxt í hagkerfinu þannig að við getum haldið áfram að lækka þann hlut af sköttunum sem kemur úr vasa einstaklingana og að fyrirtækin verði fleiri og sterkari og skili það miklum hagnaði að þau geti haldið áfram að bera stærri hluta þeim tekjum sem að ríki fær. En samt sem áður að hafa samkeppnisfært umhverfi við það sem gerist annars staðar. Örstuð, svona hvernig sérðu ástandið bara á fjármálamarkaði fyrir þér núna næstu 6 mánuðina? Já, það er mjög erfitt núna. Það er engin leið að segja annað. Ég held hins vegar að á næstu 6 mánuðum að þá muni það breytast aftur ef við fáum ekki bara einhver tíðindi utan úr heimi eitthvað sem er að gerast þar því að vandinn á rót sína þar að þá held ég að það veri farið að hægjast mjög þá í þeim efnum og erlendum mörkuðum þegar komnir eru 6 mánuðir frá deginum í dag og það muni hafa áhrif á stöðu bankana hér. Hversu hratt það gerist get ég ekki alveg sagt til en við munum auðvitað að reyna að gera það sem við getum til þess að bankarnir íslensku verði með í upptaktunum þegar að hann kemur og þá á þetta að vera í góðu lagi og ég held hins vegar að þeir séu það vel fjármagnaðir að svona þá næstu mánuði að þá eigi þeir að geta staðið þetta nokkuð vel af sér. Ég held þeir séu í grunninn í mjög traustri stöðu. Já, aðeins svona rétt í lokin þegar orðrómurinn sá að þú munir hætta sem fjármálaráðherra í haust og taka við starfi forstjóra Landsvirkjunar. Er þetta rétt? Já, það er eðlilegt að menn velti því fyrir sér þegar að svona menn sjá fram á það að Friðrik vegna aldurs fara að draga sig í hlé og menn horfa þá á það hvar hann var áður en hann var forstjóri Landsvirkjunar en ég hef engar svona áætlanir uppi og hef ekki hugsað mér að skipta og starfa á næstunni. Nei, en hefur áhuga á þessu starfi? Ekki á næstunni allavega. Nei, takk hérlega fyrir komuna. Sem þetta gott að hátta þessu viðtalinu, þetta verður aftur á sínust á þriðjudaginn kemur.